Til máls tekur Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti, virðulegur þingheimur, góðir landsmenn. Það var gríðarlega dýrmætt og mikilvægt innlegg í vanda okkar Íslendinga og verkefni sem við höfum með höndum að hlusta á varaformann Sjálfstæðisflokksins, hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, eyða hér drjúgum hluta ræðutíma síns í að tala út og suður meintan ágreining í ríkisstjórn sem hefur setið í 3 sólarhringa eða milli flokka sem að henni standa. Ég vil líka segja að það myndi mega teljast nokkuð fullkomið gullfiskaminni að bera þær ávirðingar fyrirfram á ríkisstjórn að hún kunni hugsanlega hækka skatta þannig að það komi verst við meðal Jón og Gunnu, en sleppa algerlega að nefna því að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að koma út úr ríkisstjórn sem hækkaði skatta flatt núna rétt fyrir áramótin. Og það er svo sannarlega á Jón og Gunnu. Og það er sami flokkurinn sem barði hér inn í gegn skattastefnu sem létti sérstaklega skatti af hátekjufólki og auðmönnum. Og væri nú ekki gott að hafa þær krónur núna í handraðanum sem að ofurlaunaliðið hefði borgað í skatta á undanförnum árum ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki sérstaklega pakkað inn í bómull. Og til þess að reyna nú að auka líkurnar á því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sofni vel í nótt, þá vil ég upplýsa að í dag átti ég ágætt samtal við þann yfirmann Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem fer með málefni Íslands. Það fór hið besta á með okkur og hann taldi það sjálfsagt mál að við ræddum framvindu þessarar áætlunar og hvernig hana mætti sem best aðlaga að aðstæðum hér á Íslandi í dag. En það kemur í ljós að það má bara tala við þessa menn og það bara gerir ekkert til. Það bara gerir ekkert til. Ég held að Sjálfstæðisflokknum hljóta vera létt. Við lifum mikil tímamót. Þau eru mörgum erfið. Þau eru greinilega erfið þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, en ég hef minnstar áhyggjur af því. Ég hef af því miklar áhyggjur. Hvernig hið efnahagslega og pólitíska hrun sem við stöndum núna frammi fyrir eftir 18 ára tæpan valdatíma Sjálfstæðisflokksins hefur leikið íslenska þjóð. Síðustu 2 skipti sem ríkisstjórnir hafa gefist upp vegna vandræða í efnahagsmálum hafa það í bæði skiptin verið ríkisstjórnir undir forystu Sjálfstæðisflokksins og í bæði skiptin hafa vinstri stjórnir komið að verki til að bjarga málum. Það er sjálfsagt staðreynd sem Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki rifja mikið upp, en hún er rétt að Sjálfstæðisflokkurinn fór fyrir ríkisstjórn sem sigldi hér öllu í strand haustið 1988 og Sjálfstæðisflokkurinn leiddi ríkisstjórn og ríkisstjórnir sem skilja við Ísland eins og raun ber vitni. Og byrjar svo ekki söngurinn enn á ný, hinn innistæðulausi og tómi söngur að vinstri sinnuðum stjórnmálamönnum eða félagslega þeimkendi fólki sé ekki trúandi fyrir fjármálum. Þeir komi öllu í kalda kol. Hvert fellur dómur reynslunar í þessum efnum á Íslandi? Hann talar skýru máli. 1991 tók ríkisstjórn í morgungjöf við þjóðarsáttinni og verðbólgu sem búið var að ná niður í lága einstafstölu með miklum fórnum. Þá hófst söngur fortíðarvanda. Hafi verið hægt að kalla þau skilyrði sem ríkisstjórn Davíðs Oddssonar fékk vorið 91 í hendur með lágri verðbólgu og miklum fórnum launamanna sem höfðu leitt það að verkum fortíðarvanda, hvað má þá kalla núverandi viðskilnað? Það hefur engin ríkisstjórn í sögu íslenska lýðveldisins tekið við öðru eins þrotabúi og það hefur engin ríkisstjórn tekið við framtíðarhorfum sem eru jafn dökkar fyrir okkar samfélag. Það er því miður hinn beiski veruleiki. Fyrir utan mikla innri erfiðleika í okkar samfélagi, skuldir heimila, fyrirtækja og sveitarfélaga, nú bætast þar við ört vaxandi og miklar skuldir íslenska ríkisins. Þær aukast á 500 milljarða króna á þessu ári, fara hátt í 1100 milljarða. Þar til viðbótar mun ríkið í árslok, ef að svo heldur sem horfir, hafa bætt ofan á 1300 milljörðum í ábyrgðir. Þetta eru staðreyndir, þetta talar sínu máli.
Þetta sýnir hversu erfitt verkefnið framundan er. Hæstv. Forsætisráðherra fór hér yfir í ítarlegri framsöguræðu þær aðgerðir sem að þessi ríkisstjórn ætlar að gera sitt besta til að koma fram og beita sér fyrir í þágu fjölskyldna, heimila og atvinnulífs og ekki síður í þágu lýðræðisumbóta og réttlátara og opnara samfélags. Í minn hlut kemur meðal annars í þessari ríkisstjórn að ráðast í ákaflega brýnt verkefni sem að ljúka þeirri endurreisn í fjármálakerfinu og að koma á fót starfhæfum bönkum sem við verðum að fá til að hjól atvinnulífs og mannlífs í landinu geti gengið. Það líka verkefni að standa vörð þó þær fjármálastofnanir sem enn hafa ekki hrunið og ekki nú við á bætandi að geri það, minni fjármálafyrirtæki og sparisjóði. Því miður staðan þannig að í þeim atvinnugreinum og því hefðbundna atvinnulífi sem þó starfandi í landinu eru miklir uppsafnaðir erfiðleikar og ofan á þá bætast núna utanaðkomandi áföll eins og lækkandi fiskverð. Sjávarútvegurinn skuldugur, landbúnaðurinn hefur mætt miklum erfiðleikum og kostnaðarhækkunum, en þarna liggja engu að síður þau tækifæri og þeir möguleikar sem okkur nú lífsnauðsynlegt að virkja í ferðaþjónustu, í útflutnings- og samkeppnisiðnfyrirtækjum, í hvers kyns nýsköpun. Nú þurfa allir að leggja sitt af mörkum. Auðlindir lands og sjávar, landið sjálft, náttúran, menningin og tungan og mannauðurinn við sjálf það sem við verðum að byggja á. Við erum vinnusöm og vel menntuð þjóð. Við erum heiðarlegt og gott fólk. Við erum friðsöm. Við viljum lýðræðislegt, réttlátt og opið samfélag. Og nú verðum við að taka á saman. Þess vegna tek ég undir áskorun hæstv. Forsætisráðherra til forsvarsmanna fyrirtækja að þeir geri allt sem í þeirra valdi stendur til þess að halda fólkum í störfum, að jafna frekar út vinnu heldur en að segja upp fólki og að þreyja með okkur þorrann og góuna þannig að við komumst öll fram á græn grös. Sveitarfélögin gegna hér líka lykilhlutverki. Þau verða að halda utan nærsamfélagið. Þau eru veitendur mikilvægrar þjónustu og þau eru stórir vinnuveitendur. Stofnanir og samtök, það geta allir lagt þarna sitt af mörkum. Nú tíminn til að ráðast í viðhald á íbúðarhúsnæði. Eigimenn fasteignir og skuldlitlar sem þeir vilja ráðast í framkvæmd við tíminn núna. Nú eru iðnaðarmenn á lausu, nú vantar störf og með hvetjandi aðgerðum ríkisstjórnar má taka þetta sem dæmi það, hvernig á uppbyggilegan hátt margir geta lagt sitt af mörkum. Og eitthvað að því, hv. þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson, að beina slíkri áskorun út í samfélagið, að allir hugsi svona: hvað get ég gert? Ég í aðstöðu á einhvern hátt til að láta gott að mér leiða og leggja mitt af mörkum til þess að hlutirnir gangi betur? Við þurfum áræði, við þurfum kjark og við þurfum samstöðu. Og auðvitað skiptir eitt miklu máli. Nú þarf lukkuhjólið endilega að fara að snúast með okkur Íslendingum. Það hefur fátt, ef nokkuð, lægst með okkur undanfarin misseri. Það því miður dapurleg staðreynd að það hefur verið leitun að góðum fréttum sem við höfum getað glaðst yfir að undanförnu. Í upphafi síldarvertíðar, þegar menn bundu vonir við að þá færi í hönd gjöful tíð fyrir þau fyrirtæki sem mikið byggja á, urðum við fyrir áfalli. Það ótrúlegt að slíkt ólán skuli á köflum hafa elt okkur að ofan í þá miklu erfiðleika sem hrun í efnahagslífi og alþjóðleg fjármálakreppa og óvinveittar aðgerðir nágrannaríkja sumra ónefndra leggist á móti okkur slíkir hlutir. Nú verður því að linna. Við skulum vona að nú snúist lukkuhjólið rétt með okkur. Við skulum til dæmis vona að það finnist veiðanleg loðna. Hvað að því að óska sér þess að einhverjir slíkir hlutir leggist með okkur? Nú þurfum við að vinna allan þann afla sem við getum gert úr aukin verðmæti hér heima. Nú þurfum við að koma með að landi hráefni í þurrkun til dæmis
þannig að það standi ekki fyrir þrifum auknum útflutningi. Og þá kalla áhugamenn hér í salnum, já, og eigum við þá ekki að fara að veiða hvar? Eigum við þá ekki að fara að veiða hvar? Hvert er svarið? Jú, það stendur ekki á mér. Ef það er hægt að nýta þá tegund í lífríkinu með sjálfbærum hætti og í samræmi við alþjóðalög og viðurkenndar reglur, en við skulum líka skoða þá. Við skulum líka virða þá staðreynd að íslensk ferðaþjónusta er mesta vaxtargrein íslensks atvinnulífs áratuga skeið og að fjármálageiranum hrundum saman eins og raun ber vitni, þá stendur vöxturinn í íslenskri ferðaþjónustu upp úr þegar að skoðaðar eru aðrar sambærilegar atvinnugreinar. Þannig að við skulum þá líka af yfirvegun meta okkar heildarhagsmuni og láta ekki tilfinningar bera okkur ofurliði. Tökum kalda, raunsæja afstöðu til þess í hverju eru okkar hagsmunir, heildarhagsmunir best fólgnir og mest, og við skulum ekki hrapa að ákvörðunum. Við skulum ekki taka stórar, umdeildar, erfiðar pólitískar ákvarðanir á meðan við erum hlaupandi út úr dyrunum til að skella okkur hurðinni af því að við höfum mist völdin í landinu. Iðnfyrirtækin þurfa að huga að því að flytja starfsemi heim sem þau hafa úthýst á undanförnum árum. Við eigum að skapa þeim skilyrði til þess. Bændur eiga sá korni og reyna að draga úr innfluttum aðföngum og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Með öðrum orðum, margt smátt gerir eitt stórt. Við erum í þeirri aðstöðu Íslendingar að við eigum að fara með stækkunarglerið á alla möguleika, allstaðar, til aukinnar verðmætasköpunar og til þess að leggja okkar að mörkum til að skapa verðmæti, tryggja störf og reyna að fara saman í gegnum þessa miklu erfiðleika. Hvernig viljum við að verði talað um okkur sem kynslóð, segjum 2030 þegar Alþingi fagnar 1100 ára afmæli sínu eða 2044 þegar lýðveldið verður 100 ára? Ætlum við þá að láta segja að við höfum gefist upp? Nei, þá viljum við að verði sagt: já, íslenska þjóðin lenti í miklum erfiðleikum upp úr aldamótunum 2000. Hún lenti í klónum á forystumönnum sem eltu villuljós á rangri braut. Villuljós nýfrjálshyggju, markaðsdýrkunar og græðgi, og það lék okkar samfélag grátt. En íslenska þjóðin sigraðist á erfiðleikunum. Hún barðist, hún vann sig í gegnum þá, og þess vegna viljum við að börnin okkar og barnabörn segi 2030 eða 2044, þess vegna búum við áfram í þessu góða, fallega landi og gæfuríka samfélagi. Til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur suður, Álfheiður Ingadóttir, og talar að hálfu Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Herra forseti, ég er stolt af því að standa hér í ræðustóli Alþingis í dag. Ég er stolt af því að hér hefur verið stofnað til ríkisstjórnar sem markar ótrúlega stór tímamót í íslenskum stjórnmálum og þjóðlífi og getur ef vel tekst til orðið undanfari nýrra tíma eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan. Fyrst vil ég nefna að með þessari ríkisstjórn er stigið stórt skref í réttindabaráttu kvenna. Í fyrsta sinn á Íslandi er kona á forsætisráðherrastóli og ný ríkisstjórn er skipuð jafn mörgum konum og körlum. Hér hafa báðir ríkisstjórnarflokkarnir fylgt yfirlýstri stefnu sinni að sjónarmið og reynsla beggja kynja skuli vera við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Það er skýrt leiðarmerki á nýrri öld og fyrir nýtt Ísland. Og herra forseti, ég er stolt af því. Í þessari ríkisstjórn sitja einnig 2 ráðherrar sem ekki eiga sæti á Alþingi, í fyrsta sinn í yfir 60 ár. Í stóli viðskiptaráðherra og dómsmálaráðherra hafa valist karl og kona sem njóta bæði víðtæks trausts, ekki aðeins hjá þingmönnum stjórnarflokkana, heldur úti í samfélaginu öllu. Og það er gríðarlega mikilvægt í ljósi þeirra miklu verkefna sem þeirra bíða í viðkomandi ráðuneytum. Ríkisstjórnin sem nú hefur tekið við er líka einstök að því leyti að hún er minnihlutastjórn, 2 flokka og 3. flokkurinn veran af vantrausti. Hér er einnig brotið í blað á þingi sem hingað til hefur of verið bundið á klafa ráðherraræðis, löggjafarvald sem hefur í flestu lotið boðvaldi framkvæmdavaldsins og sætt miklu ámæli fyrir vikið. Loks er þessi ríkisstjórn einstök að því leyti að hún ætlar sér stuttan starfstíma, ríflega 80 daga, og boða til kosninga eins fljótt og auðið er í samræmi við kröfu þjóðarinnar.
Ríkisstjórnin hefur sett sér skýra verkefnaskrá og hún þegar farin að taka til hendi svo eftir verður tekið. Ég ætla mér ekki að fjalla mikið aðdraganda þessara stjórnarmyndunar hér. Það hafa aðrir gert. En stutta útgáfan einfaldlega sú að langlundargeð þjóðarinnar og meirihluta þingmanna þraut. Sjálfstæðisflokkurinn daufheyrðist mánuðum saman við vaxandi kröfu þjóðarinnar breytingar bæði í stjórnkerfinu og bankakerfinu og kröfurnar urðu háværari með hverjum deginum sem leið en sömu dagar færðu mönnum sífellt nýjar fregnir af áframhaldandi spillingu og auðsöfnun hinna útvöldu meðan þúsundir voru að missa vinnuna og jafnvel íbúðarhúsnæði sitt líka. Það blandast nú fáum hugur það lengur að íslenska fjármálakerfið var gríðarlega flókið, það var rotið og það var spillt og það var beinlínis svo hnúta búið sem auðveldast væri að flytja fjármuni í skattaskjól út og suður. Ég fagna því sérstaklega hér að ný ríkisstjórn ætlar að kanna möguleikana á því að kyrrsetja eignir til að lágmarka mögulegan skaða skattborgara og ríkissjóðs af bankahruninu. Sjálf flutti ég ásamt 3 öðrum þingmönnum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs frumvarp þessa efnis strax síðastliðið haust þegar við lögðum til breytingar á neyðarlögunum í sama tilgangi. Ég hef fundið víðtækan stuðning við þessa sanngjörnu kröfu út í samfélaginu og ég treysti því að ríkisstjórnin beiti öllum tiltækum ráðum til að eignum sem kunna að verða andlag skaðabóta vegna bankahrunsins verði ekki komið undan enda þótt rannsókn á aðdraganda hrunsins hafi dregist úr hömlu. Það hefur verið sagt, herra forseti, að þessar hugmyndir kyrrsetningu eigna kunni að brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar eignarétt. Ég hvet þá sem þannig tala til að taka til varna þegar eignarétturinn nú hrifsaður af íbúðareigendum í 100 tali. Vegna hvers? Vegna vaxandi skulda sem rekja má beint til bankahrunsins. Eða sá eignaréttur eitthvað minna virði heldur en eignaréttur auðmanna samkvæmt stjórnarskránni? Ég held ekki. Ég sagðist vera stolt af því að vera íslenskur stjórnmálamaður hér á Alþingi í dag. Það er vor í lofti og nýrra ríkisstjórnar bíður á stuttum tíma mikið verk. Auðlindar okkar í sjó og á landi fara ekki langt, en mannauðinn verðum við að halda í með öllum tiltækum ráðum. Við þær aðstæður sem eru uppi í íslensku þjóðfélagi í dag erfitt að áfellast ungt fólk sem flyst úr landi til að leita sér að betra lífi, þegar 13–14.000 manns eru hér á atvinnuleysisskrá. En ég hvet fólk nú samt til þess að þreyja nú þorrann og góuna og leggjast á árar með okkur að endurmóta nýtt Ísland, því að nú komið tækifæri. Ríkisstjórnin þegar byrjuð að taka til hendi. Ég fagna sérstaklega ákvörðun heilbrigðisráðherra að taka aftur spítalaskattinn illræmda sem lagður var á síðustu áramót. Ég fagna líka ákvörðun menntamálaráðherra nýja stjórn í lánasjóði íslenskra námsmanna og ég vona svo sannarlega að þeirri stjórn auðnist að vinna betur með námsmönnum og námsmannahreyfingunni en þeirri sem áður sat. Ég vil líka fagna sérstaklega ákvörðun sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að láta kanna lagalegan grundvöll þess að ráðherra í starfsstjórn í ríkisstjórn sem hefur beðist lausnar taki á síðustu metrum starfans umdeildar ákvarðanir sem bindur ríkisstjórnir til frambúðar. Þetta nokkuð sem vart getur verið hafið yfir gagnrýni eða samrýmst góðri stjórnsýslu, hvað svo sem mönnum kann að finnast efnislegt innihald ákvörðunarinnar. Herra forseti, ég stolt af því að minn flokkur Vinstri-hreyfingin grænt framboð fær nú tækifæri til að setja mark sitt á stjórn landsins við þessar erfiðu aðstæður. Ég hef áður sagt að því erfiðara sem ástandi verður í þessu landi þeim mun mikilvægara að Vinstri græn komi þar að. Með hugsjónir sínar og stefnu sem byggist á hugsjónum félagsleg gildi, jöfnuð og réttlæti og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Sonur minn og 70.000 aðrir Íslendingar yngri en 18 ára hafa nú lifað heila 3 daga án Sjálfstæðisflokksins í stjórnarráðinu og hafa fengið fyrirheit að 80 slíkir muni fylgja í kjölfarið. Ég vona svo sannarlega að þeir verði miklu fleiri. Til máls tekur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og talar af hálfu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Herra forseti, það eru sannarlega miklir umbrotatímar í íslensku samfélagi þessar mundir.
Hrunið efnahags- og fjármálakerfi og hraðvaxandi atvinnuleysi kippa stoðum undan lífsafkomu fjölmargra fjölskyldna í landinu. Staða þjóðarbúsins er ein sú alvarlegasta sem við höfum þurft að takast á við sem fullvalda þjóð. Og það er skiljanlegt að það brjótist út reiði og vonleysi í brjóstum þúsunda og tugþúsunda Íslendinga sem hafa mótmælt dáðleysi stjórnvalda. Reiði yfir því ranglæti að tiltölulega fámennur hópur fólks hafi getað valsað og skuldbundið þjóðina að henni forspurðri, reiði út í stjórnvöld sem brugðust þeirri frumskyldu sinni að tryggja öryggi og afkomu þjóðarinnar. Við þurfum að rýna inn í okkar eigið sjálf og spyrja okkur fjölmargra grundvallarspurninga. Hvar brást okkur bogalistin? Í nýárspredikun sinni gerði biskup Íslands græðgina og hrokann að umtalsefni og sagði að öllu virtist vikið til hliðar nema nauðsynjum fjármagnsins, fátt virtist álitið heilagt nema rétturinn til að græða. Þessi hugsunarháttur gegnsýrði því miður svo ótal marga þætti í samfélaginu. Það er hárrétt sem hæstv. Viðskiptaráðherra sagði í sjónvarpsviðtali nýlega að hugmyndafræðin sem eftirlitsstofnanir okkar störfuðu samkvæmt var í grundvallaratriðum röng. Eftirlitsaðilar sem áttu að starfa í þágu almennings í landinu voru í vitlausu liði. Hin fyrirhyggjulausa einkavæðing þar sem samfélagslegar eigur voru teknar traustatæki og látnar lúta taumlausum lögmálum samkeppnis- og markaðshyggju hefur leikið okkur grátt. Í nafni frjálshyggjunnar voru miklar skuldbindingar kirfilega reyrðar á bak almennings í landinu. En ábyrgðin á óráðsíunni og drambinu, hún var ekki einkavædd. Hana berum við sameiginlega og undan henni verður ekki vikist. Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með forystu í landsstjórninni undanfarin 18 ár. Hugmyndafræðin sem stefna hans byggir á skilur heimilin og atvinnulífið í landinu eftir í miklum kröggum. Stoðir þeirra stefnu sem svo mjög hefur verið mærð og talin ábyrg efnahagsstjórn reyndust fúnar og feysknar. Nú þegar Sjálfstæðisflokkin hefur þrotið örendi við stjórnvölinn þarf að tryggja að uppbygging samfélagsins helgist af öðrum gildum og annarri lífssýn. Kosningar til Alþingis fara fram innan fárra vikna. Ríkisstjórnin hefur því ekki langan tíma til að hrinda í framkvæmd þeim fjölþættu ráðstöfunum sem eru svo brýnar til að koma atvinnulífinu í gang á nýjan leik og forða heimilum og fjölskyldum frá efnahagslegri ánauð. Vitaskuld verðum við að vera raunsæ og horfast í augu við þá erfiðleika sem við blasa og að það verður ekki allt gert á vikunum fram til kosninga. En við skulum samt vera bjartsýn. Það býr mikil elja í íslenskri þjóð og við eigum dýrmætt land sem okkur þykir öllum væntum. Við erum ríkað auðlindum til sjós og lands og ekki síst er mikill auður í náttúrunni sem slíkri og fólkinu sjálfu. Vinstri græn hafa á undanförnum mánuðum og misserum talað fyrir breyttri stjórnarstefnu og bent á hætturnar sem fólust í gegndarlausri neyslu sem mestmegnis var tekin að láni og þeirri ofþenslu sem efnahagslífið var keyrt í undir gunnfána græðgisvæðingar frjálshyggjunnar. Ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs mun nú einhenda sér í það verk að reisa landið úr pólitískum rústum frjálshyggjunnar. Við vitum að það er ekki létt verk og engar töfralausnir eru til. En með samhentu átaki og með þjóðina að baki okkur erum við sannfærð að það mun takast að reisa Ísland við, að endurheimta traust og trúnað inn á við og út á við. Góðir Íslendingar, vonina og bjartsýnina eigum við saman. Við viljum geta sagt stolt við börnin okkar og barnabörn, þetta samfélag höfum við mótað, sjálfbært samfélag réttlætis, jöfnuðar og samvinnu. Þeirri ábyrgð og því trausti skulum við ekki bregðast. Góðar stundir.